Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni klukkan 8, þá var það sagða fréttir, hjá mér Björn Þorláks. Herðu, við ætlum að, verður ekki bara að byrja að heyra í Austfirðingum, það hérna frétta Vísi, þeir segist alltaf að berja í borðið. Þeir eru sameinaðir allir sveitarstjórnarmenninir og þeir höfðu lagt metað þessi svo að með samstöðu sinni hafið náð í að Fjarðarheiðargöng var efst á lista, samþykkt fyrir nokkrum árum síðan og verið þar. Og ég heyri ekki betur en þeir allir að beita sömu samstöðunni við að tryggja það að svo verði áfram. Já, af því við nefnum samstöðu, þá maður heyri þær raddir aðeins að austan að eina ástæða þess að þeir hafa ekki fengið sínu framgengt í þessari samgönguáætlun hafi verið aðeins skortur á samstöðu aftur í tíman. Hins vegar þá finnst mér að þetta mál sé aðeins að byrja að snúast Austfirðingum í hag. Og ég held að þú nefnir samstöðu, það eru svona hugtök eins og traust sem að sem Steingrímur J. Sigfússon notar í kvöld. Núna þegar við höfum fjallað fréttirnar þá ætlar Steingrímur að koma að Rauðaborðinu og náttúrulega maður með gríðarlega reynslu. Steingrímur sko maðurinn sem hefur eiginlega komið flestum jarðgöngum síðari tíma í gegn. Meira segja litlum jarðgöngum á Bakka sem engi baðum. Já, sem engi baðum. Með einhver fjölskylda í Þýskalandi. Sóló getur hann eigna sér Vaðlaheiðargöng. Og hann mjög harðorður gagnvart þessari ákvörðun ríkisstjórnarinnar hér við Rauðaborðið í kvöld og hann segir að það hafi ríkt traust á milli aðila að göng eru núna ákveðin í þessum landsfjórðungi og svo fara þau í annan landsfjórðung og það eina sem þú þarft að gera það bara að bíða. Þannig að ákvörðun leigi ekki fyrir ekki bara Fjarðarheiðargöng, heldur göng fyrir austan. Já. Og það að flytja þau í Skagafjörðinn, það gangi ekki. Nei, og sem sagt hvernig þessi ákvörðun tekin og öll kippt úr sambandi og samt kynnt til áratuga fram í tíman, hann segir svipað og Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi í Múlaþing sem við ræddum við í síðustu viku, að þetta bjóði þeirri hættu heim núna að leið og kemur nýr meirihluti þá kippi hann fyrra gangverki úr sambandi, ný ríkisstjórn og hann segir að þetta eyðileggi alla langtíma hugsun og sannarlega hafi Austfirðingar átt þessi göng og það sem meira hann telur að þetta mál verði ríkisstjórninni svo erfitt að það sé engan veginn hægt að staðhafa að þessi verði lendingin. Hann hyggur að Siglfirðingar hefðu alveg verið til svona út frá hvað maður að segja bara sæmdarrétti að bíða með fljótagöng frekar stutt síðan þeir fengu Héðinsfjarðargöng. Það var náttúrulega staðan áður en að Eyjólfur og ríkisstjórnin breyttu þessu. Já, og mér finnst fleiri vera að tala núna eins og Steingrímur. Já, það ekki þannig að það eiginlega tónninn að við verðum að hafa eitthvað svona system í þessu og þetta bara gengur ekki að kippa fótunum svona undan öllu plönum sem hafa verið gerðirna. Við verðum að fá að lifa og starfa í þessu landi þannig að þessu alltaf skipta skoðun. Fyrirfram hefði maður kannski reiknað með að fólki í Fjarðabyggð segði, já við viljum frekar Fjarðargöngin, heldur Fjarðarheiðargöngin, en mér finnst bara allir Austfirðingar að tala einu rómi. Já, og það búið að vera svo mikil atvinnu áfalla saga fyrir austan á síðustu árum, sérstaklega hvað var að Seyðisfjörð. Og það eru mörg fordæmi fyrir því að það sé bara hort þröngt á eina byggð og bara sagt bara hér eyðist byggð nema við uppfærum samgöngur til nútímans. Og honum finnst að Eyjólfur eigi að draga þessa ákvörðun tilbaka. Ég spyr hann, myndi það ekki þýða pólitískt sjálfsvíg fyrir ráðherrann sem að hefur keyrt þetta mjög hart áfram, en það má af svörunum skilja að sjálfsvígið felist ef til vill í óbreyttri ákvörðun. Mér finnst ríkisstjórnin vera svona hörð á þessu. Ég heyrði nú bara Kristrúnu í einhverju fréttatíma í kvöld vera að tala að þessi ákvörðun stæði og allir væru á bak við hana og mér finnst þetta svona skrítið að taka þessi ákvörðun því að í sjálfum sér getur alltaf sagt svona, já nú fer þetta til meðferðar á þinginu og þetta þingið sem að situr samgönguáætlun og þar verður kallað eftir ýmsum sjónarmiðum og það verður afkvæmt með sínum hætti. Ég sé ekki alveg ástæðan af hverju þeir eru að segja bara þetta bara okkar ákvörðun take it og leave it. Nei, ég skil það ekki heldur og ég held að þau séu að mæta miklu
miklu meiri andstöðu en þau töldu og ég held að andstæðan sé ekki bara austfirðingar, ég held hún sé bara færast um allt það. Þeir eru bara vannmátt þetta pólitískt, hvað afleikar það hefðu. Og heldur að vera að koma og tilkynna svona mjög jákvæða fréttir, bara með jákvæða fréttir, áttu sig ekki á því að fólk tók þetta bara sem mjög neikvæða fréttum. Það ég er með fréttirna á MBL, það sem að Þorgerður Katrín fekk nú guðsur yfir sig þegar hún var að fundi Viðreisnar fyrir austan. Já. Og hún talar náttúrulega alltaf eins og var ekki handboltadómari. Jú. En hún talar alltaf eins og handboltaþjálfari. Þá verða menn vesku að vera tilbúnir. Með hvað? Þarna er nú samt ekki ákveðnari en svo að hún vonast til þess að þetta verði eins og við höfum verið að ræðum að ríkisstjórnin hefur forgangsraðað og mér finnst... Þannig að hún er að vonast til þess að ákvörða ríkisstjórnar er standi. Já, og mér finnst af því að hún sýndi ákveði hugrekki með því að fara þarna austur á land og tala við fólkið í héraði, en mér finnst að hún hafi kannski eins og fleiri í ríkisstjórninni þetta hafi komið þeim á óvart og þótt þau hafi allt fram til kvöldsins í kvöld keyrt þetta svona hart áfram, þá finnst mér samt eins og að það sé eitthvað pínulítið að byrja að breytast. Hún segir hluti að Þorgerður segir þarna við Moggan hluta því að ég styð þessa ákvörðun meðal annars að það verði strax farið í þá fljótagöngin, að það verði bara strax byrjað að bora. En það má byrja að bora Fjarðarheiðargöng. Já. En svo er náttúrulega andstæða í ríkisstjórninni og kannski er hún víðar. Man finnst svona tónnin ósagða setning til dæmis þegar Kristrún er að tala og Eyjólfur. Að það sé bara að Fjarðarheiðargöngin eru bara alltaf dýr. 80 milljarðar í þessu göng, það bara er alltaf stór biti. Já, sko þessi... Hún er ekki sögð, en mér finnst það vera hluti af ákvörðunni sem er tekin. Já, þá held ég kannski að þau hafi bara hort á þetta of þröngt. Ég held að. Já. Og þeir komið fullu fjármagnað að það eigi að vikta. Þeir áttis ekki á því þessu sjónarmið sem þú ert að segja og kannski stengur mjög fer með hérna eftir að þau bara vannmáttu þau. Og mér finnst þetta með traustið, ef rétt er, að það hafi verið sæmileg sátt svona flestar þessar stærri samgöngu framkvæmdir núna síðustu áratugi. Ég hef bara orð Steingríms fyrir því og það hafi bara verið biðröð en það hafi samt verið hægt að treysta svona, þetta er í rauninni sko... Það er ofta nefnir biðröðum. Það er ekki gott ef að ráðherrann kemur allir fram og næri mann nummer 7 og segir að hann geti farið að kaupa mjólkina. Já, og í biðröð til mjólk. Og eftir situr spurningin þegar þessi stór hættulegi fjallvegur nær 620 metra yfir sjávarmáli Fjarðarheiðin getur þýtt það að sko síðasta lífæð Seyðisfjarðar, mér líka við að segja ferjan, að hún færist til Eskifjarðar eða Seyðisfjarðar. Já, ég myndi það. Að sko þetta er að snúast, þetta mál. Já, þetta verður slegist þetta alveg þangað til að þetta verður afgreitt í þinginu sem að reyndar verður ekki núna fyrir jól. Það verður voða lítið afgreitt í þinginu fyrir jól nema bara fjárlögin. Það gengur ekkert mikið. Við vorum að tala um þetta í sumar þegar þingið hætti og þá fórum alveg mörg góð mál sem að voru komin út úr nefndum og eitthvað fleira var bara hent. Og þá voru stjórnarliðar með svona heitstrengingar að þeir myndu bara afgreita svo miklu meira í haust. Það gerðist að litlu leyti. Eitthvað það var sáttmáli Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og fleira, það var eitthvað svona nokkuð mál. En núna er öll þessi útlendingamál sem að dómsmálaráðherra hefur haft svolítið mikið að þau verða ekki afgreidd fyrir jól, ekki samgönguáætlun hans Eyjólfs, sárlítið afgreidd. Finnst þér glitta í verklausu tímana? Mér finnst það svona hljóma þannig. Þeir eru ekki að ná neinu sérstöku það er ekki að benda neitt sérstakt núna á haustþingi. Nei. Og Kristrún var að tala að lofa því að það er bara þess meira gert í febrúar og mars en við vitum alveg að þegar spennan er farin að þá kemur slaki og svo lendaði bara aftur í heiftarlegu vandamál næsta vor og þá var kannski efnahagskerfið orðið öðru. En ég tók 2 fréttir þar úr Morgunblaðinu. Hún var með fréttum að ráðherra hefur verið að þrýsta á vegagerðina til þess að fljótagöngin myndi líta betur út. Það sýnir að hvað er mikill hiti í þessu. Það er önnur frétt frá RÚV, það sem er að draga upp að Eyjólfur hafi á síðasta kjörtímabili verið alveg á móti því að taka upp gjaldtöku í Hvalfjarðargöngunum. Þannig að
það læti kringum þetta og Morgunblaðið var með frétt að tekjuátt ríkisstjórnar væri hrunin sem að tengist þessu svolítið vegna þess að þarna verið að vísa í að þetta sé fullt fjármagna með einhverjar fjármálaáætlanir og fleira. Já. Sko, ef að það er eiginlega engin hagvöxtur og segjum að það sé ganga eftir núna sem að flestir kannski tala sinna á að verðbólga sé að fara niður. Að þá breytist eitt í sambandi við rekstur ríkissjóðs sem eru öðruvísi heldur mörg undanfarin ár. Vegna þess að mörg undanfarin ár hefur verið gert ráð fyrir að verði 4% verðbólga, svo eru 7%. Það þýðir það að tekjurnar aukast sem að því nemur, en útgjöldin voru öll saman ákveðin áður. Þannig að það fylgir því að vera sagt, í vaxandi verðbólgu, þá fylgir því að það er auðveldara fyrir fjármálaráðherrann. Núna er þessi fjármálaráðherra að lenda í þveröfugu. Hann er að lenda í meiri samdrátt í efnahagskerfinu, meiri samdrátt í tekjum heldur að vera það við, á meðan að útgjöldin verða í föstu. Þannig að það stefnir í erfiðan vetur fyrir ríkisstjórnina. Já, og ég held að sé rétt hjá Gulla að það eru tekjupóstar þarna sem að verða mun veikari í reynd. Það er alveg rétt að veiðigjöldin verða. Það er bara komið við fjallað það. Helmingi minni hagnaður í sjávarútvegi sem að þýðir að veiðigjöldin verða helmingi lægri heldur að var stemt og þar lendir bara svipuðu voru áður. Og 7,5 milljarða áætluð tekjuaukning af vörugjöldum og ökutæki mun að sjálfsögðu ekki ganga eftir því að það er brjálað að gera núna í sölu. Og þannig að þær breytingar sem taka gildi áramótin þær mun ekki skila. Það mun ekki kaupa bíl eftir áramót. Já, sko það er enda svolítið mismunandi hvort verð bíla hækkar eða lækkar. En sem sagt við séum þessi árið út við sjáum þessi árið meira þess að tollahækkunum Trump, það kemur svona kúfur rétt áður en það skellur á. Það sem að menn bara drífa sig í að gera þetta. Þannig að það er alls konar svona hlutir sem að geta haft áhrif. Herðu, það var ég næstu aðalfréttin á RÚV og víðar og það var að forseti þingsins bað afsökunar. Við ræddum þetta aðeins í gær að þetta er málega það er einhver deila hvernig ég standa þinginu, þannig hún ákveður að slá á hlé til þess að geta að tala við þingflokksformennina sem hún telur að sé að brjóta gegn samkomulagi sem hafi verið gert. Á leiðinni niður úr stól sínum þá muldrar hún eitthvað í bringu sér. Þetta er nú ljóta, ég hef bara alveg búin að gefast upp á þessu helvítisbakki. Þetta var ekki til útvarpunar og ég veit ekki hver tók þetta upp. Því hefur ekki verið svarað. Það var að Bára þarna á Klustur var hún komin. Mér finnst líklega að það hafi verið einhver þingmaður minnihlutans. Með upptök á símanum sínum? Ég veit ekki neitt. En það hefur ekki ennþá komið fram hver er heimildamaðurinn. En það hefur byrst mynd frá þinginu og spiluð held ég annarkvæmt á RÚV eða á Stöð 2 þar sem hún er að labba niður og hún rekst á Daða fjármálaráðherra og verðist segja þetta einhvern veginn við hann. En ég sé engan míkrafón á það nálægt. Nei, þetta mál finnst mér mjög dularfullt. Hvernig það espast upp, er æst og svolítið af hálfu Þórunnar sjálfrar. Ég vil bara viðurkenna það að ég sé einmitt ekki brjálaða dramatík í þessu vegna þess að aðstæðurnar eru þær að hún er bara eins og lýsir sjálfur. Hún er að ganga þarna frá vettvangi. Ég meina, þetta er óheppilegt. Þú hefur sagt við hana, þetta segir ekki svona Þórunn, en þetta sé einhvern veginn bara rofin dagskrá í ríkisútvarpinu til þess að fjalla um þetta mál og forsíðan á Morgunblaðinu, leiðar á Morgunblaðinu. Við veitum að hverju mogginn hegða sér eins og hann gerir. Skokka eftir mogganum. Það er það sem ég veist umhugsunarefni og mér veist líka umhugsunarefni hvað hún sér mikla ástæðu til þess að elta í rauninni kenjar pólitískra andstæðinga. En það verður náttúrulega að vera forseti allra í þinginu, þannig að það eru helmingur af börnunum eru mjög leið og þarf hún að sinna því. Ég það skjóti einnig frétt sem var á MBL sem að Sigurður Ingi var að krefja Kristrúnu svar eitthvað út af þessu. Og mér finnst það líka að þetta er forseti þingsins og sumuleyti á hann að koma fram sem forseti þingsins og mér finnst það svolítið skrítið að þingmanni að ætla þess að forsetisráðherra hvað hann að skamma forseta þingsins. Það er bara algjörlega út í hött. Já, algjörlega út í hött. Það er svo margt í þessu sem er einkennilegt, finnst mér. Hún var í Kastljósi.
Hún var í Kastljósi, þetta fór alla leið þangað. Og með það svolítið fyndið mynda þegar svona hæðarmunur á þeim. Já. Og hann Hann er mjög valdsmannslegur Já, þarna. hann ég tók mér að segja, séu hvað hann er grimmur eða næsta mynd. Já. Þetta Þetta er bara það alvarlegasta sem upp hefur komið. Hver fór í smákökurnar? Já. Það voru 46 smákökur í bóksinu í morgun, en nú er það bara 42. Já. Þórunn. Hún var óheppin að biðjast afsökunar á því við upphaf þessa þings hvernig hafði verið hiti á sumarþinginu og hún ætlaði að búa til nýtt traust með framkomu sinni. Þetta er náttúrulega ekki heppilegt til þess. En það er samt alveg ótrúlega mikið gert úr þessu og eins og ég segi, ef ég hefði verið hennar persónulegur ráðgjafi þá hefði ég sagt nei Þórunn mín, það er engin ástæða til þess að fara í Kastljós og Sakamannabekk og svara fyrir þetta eins og þú hafi framið einhvern stór glepp. Ég fekk einu sinni gott ráð frá Jónasi Kristjánssoni. Það sagði þú ert aldrei að svara neinu nema þú hafir eitthvað við að bæta. Já. Í þessu máli hefur hann engu við að bæta afsökunarbeiðni sinni frá því í dag. Nei. Af hverju þá er að mæta aftur? Til þess að ganga einhvern veginn einhver svipugöng í Kastljósi. Og þetta er brjálað pirrandi stjórnarandstaða vegna þess að hún stendur aldrei við neina samninga. Ástæða þess að pirringurinn hjá Þórunni gís upp á föstudaginn er að hún taldi sig að hafa samið við minnihlutann um einhverja dagskrá og hvað gerðu þau í dag? Þau eru bæði fyrir og eftir hádegi að djöflast í henni alveg kolvitlaus. Við segjum kannski ekki þessu pakk en þau eru erfið. Já, þau eru erfið. Og kannski skiljanlegt í hitta leiksins að einhver segi eitthvað svona. En þetta á fólki ekki að gera það. Við erum heldur ekki að tala um það. Við erum ekki að segja að svona ég fólk að tala inn á þingi. Við erum bara að meta viðbröð fjölmiðlanna og þingheims við þessu máli. Sem að það eru stærri mál sem að bíða afgreiðslu þingsins heldur þetta. Já. Herðu Vísir var, ekki Vísir, Sín var með frétt það er könnun sem að maskína gerir og er að spurja afstöðu almennings. Kannski alls almennings, það kom ekki almennilega fram hvort það var bara reykingar sem að fenga að svara afstöðu til borgarstjóra og það er spurt við erum með nokkuð gröf úr þessu það er spurt afstöðuna til meirihlutans og núna eru 80% sem er ánægð með meirihlutana 51% á móti og svo birtaðu alla söguna og Óli Þórn Harðar mætti þarna drap fréttina það er ekkert nýtt sérstakt í þessu þetta er bara sama sagan sko. Það er bara mikill meiri hluti þeirra sem eru spurðir í svona könnunum eru óánægðir með meiri hluta borgarstjórnar og borgarstjórn hefur alltaf verið neðst í þessu mælingum á stofnunum þess að spurt löggun og landríkisgæsluna og háskólan og dómskerfið og þá er einhverju þetta vegna þá er það kannski að þeir sem ekki búi í Reykjavík finnst þetta að vera bara eitthvað hringleikahús að þeir hafa mælt bara niður í 11% traust á landsvísu sko. En þannig er meirihlutinn og hún er ekkert að gera verra mót heldur en hinir í þessu. Nei. Erum við svo að sjá hvernig minnihlutinn, hann lítur þá að vera nei, hann er verri. Já, einmitt. Akkurat. Þannig að það er ekki eins og þessi krafa almennings að við viljum losna þennan meirihluta og við viljum fá minnihlutan til starfa. Nei. En svo hefur maður spurt hvernig finnst þér borgarstjórinn? Og hún fær þarna svona íviðlakari útkomu, hún er svona á svipuðum stað og þegar Framsóknarmaður var að hætta. Já, Einar. En Dagur hafði svona, enda var hann búinn að vera lengi, sko. Já. Búinn að vera í borgarstjórn síðan 2010 eða fyrir þetta tíma eitthvað. Mitt. En Óli kom þarna og drap fréttina eins og við erum að kíma að og sagði það er ekkert nýtt í þessu eins og þú hefur svolítið verið að sína fram á núna. En sko þetta er náttúrulega mikið áhyggjuefni fyrir borgarstjórn að hún virðist ekki vera í tengingu við það sem almenningur vill. Og svo getur maður velti fyrir sér hvað er það sem að borgarstjórnir bursi frá því hvernig meirihlutin er samsettur er að gera svona vittlaust að það er alveg hvar sem maður kemur það eru allir að tala illa borgarstjórnina og fólki finnst að hafa verið skilið eftir í bara þessari venjulegu þjónustu sem við viljum að sé í sameiginlegu lagi og ég veit ekki hvernig ég kann ekki svarið. Herðu, það var líka spurt afstöðu til borgarfulltrúa. Það er Sanna Magdalena 24%, 1/4 svarenda nefna hana sem þann borgarfulltrúa sem staði sig best. Þetta er náttúrulega ótrúlegur staða.
það sem að flokkurinn sem að hún var kosið fyrir, framkvæmdastjórn flokksins hefur hvatt hana til að ganga úr flokknum. Já. Ég veit ekki hverjir eru þarna í framkvæmdastjórn, ég veit það reyndar, en ég segi það bara fyrir svona almenning að veit ekki hvað fólk þetta er. Nei. Þeir telja að sko Sanna Magdalena sé alveg að draga þá niður, sé bara skugginn af henni sé þannig að þeir verði að losna við hana til þess að geta blómstrað. Já. Og þeir mælast með 2% svona á landsvísu, sem er náttúrulega bara leifar að einhverju gömlu fylgi, fólk að svara með hefðbundum vana. Ótrúlegt umgrendaleysi. Alveg bara sko, þeir áttu ein verðmæti og þeir sögðu bara nei takk. Þeir fannst skugginn af henni, þeir vilja frekar vera einir í sólinni, litlir, heldur en að vera í skugga stórmenna. Já, það er sennilega það. Já. En það er Sanna hlýtur að fara að svara því hvað hann ætlar að gera. Já. Því þetta er náttúrulega ekki eðlileg staða að sá sem að 1/4 hluti borgarbúa segir að það er staðið sér best, að hún er heimilislaus í pólitík. Hvort ætli það hafi meiri höggþunga Hún myndi vinna hvað heitir þetta, prófkjör Samfylkingarinnar. Já. Sko tímasetningin á ákvörðunarnar er kannski ekki tilvíðin, kannski er einhver strategi þarna bakvið, kannski er hann búin að gera upp sinni hug, en sko er það ekki oft með svona ný framboð þegar hún er að spá í eitthvað svoleiðis að þau koma fram tiltölulega skömmu fyrir kosningar. Já, til svona kenningum það. Já. Það er eiginlega að athygli Spanis er svo stutt eða fólk fljótt að fá leið á stjórnmálafólki. Það borgar sig að koma bara kannski 7 vikur fyrr. Já. Ég veit að við getum flett þessu upp hvenær bestiflokkurinn var til. Já, og það er svona fleiri dæmi svona framboð sem hafa náð flugi. Það er endalaust dæmi framboð sem hafa náð góðu flugi of snemma. Já. Þjóðvækja á sínum tíma með Jóhanum að geta því. Jú, fyrsta skipti sem að Jón Baldvin leiddi Alþýðuflokkinn, þá var hann bara sleikja 30% sko. Það var bara allt of langt í kosningar, þannig hann hélt því ekki. Það er svo dæmi það. Herðu, við skulum fara út í heim. Við skulum fara bara til Rómar. Þarna er nú myndað Zelenski, hann fór og hitti páfann í Róm. Meloni er ég tala við Val Ingimundarson á eftir þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna sem er mjög ótrúlega áhugavert mál með marga fleti og alltaf gamla að tala um þetta. Já. Hann ræði meðal annars stöðuna á þessum svona flokkum sem að Trump virðist vera ánægður með og Meloni er einn af þeim. Já. En hún og Ítalarnir vilja svolítið vera við aðalborðið, en það var fyrr í vikunni að þá fór Zelenski í Downing-stræti 10 og hitti þar forseta Frakklands og kanslara Þýskalands og forsætisráðherra Bretlands, en Meloni fékk ekki að vera með. Nei. En næsti bær sem að hún er númer 4 á listanum, þá fer Zelenski til Rómar, en hún hefur þetta tromp að geta boðið upp á að þú getur kíkt við hjá páfanum í leiðinni. Já. En þetta fréttin hjá Corriere della Sera fjallaði að langmestu leyti bara afstöðu Trump til Evrópu. Þetta væri lönd í hnignun með rugluðum leiðtogum er líklega fyrirsögnin þarna sem hefur verið að fjallum. Og þetta var hluta til byggt á þjóðaröryggisstefnunni en hluta til á viðtali, ég veit ekki hvað ég geti sagt merkilegu viðtali sem var í Politico. Já. Ég get ekki sagt þetta sem merkilegt, sko. Af því að ég hlusta á þetta. Og þetta var eiginlega bara leiðilegt, sko. Þetta var bara rant í einhverjum gömlum kalli. Talandi allir séu ómögulegir, þú veist, ég er bara búin að hlusta svo mikið á Trump að ég var að hlusta á blaðamannafundinu þarna, þegar ég var að hlusta á þetta í dag að ég var bara áttaði allt í ná, ég er bara búin að fá nóg að þessu, þetta er bara eins og ég var að hlusta mikið á hægri podcastin fyrir einhverju síðan, svo kom bara einn dagur og ég þarf ekki að hlusta meira á þetta. En það er samt sem hann segir þarna og það er sérstaklega sem er til viðbótar við móðganinnar gagnvart Evrópu sem er í þjóðaröryggisstefnunni, er þetta sem hann segir leiðtogana. Hann segir að það sé bara vandamál á Evrópu, það eru bara með veika og ruglaða leiðtoga. Og Politico er með svo leiðara svona hálfpartinn þetta og sem er sem er náttúrulega þetta er áhrifamesti maður í stjórnmálum Evrópu, Trump, og þeir draga það fram svolítið. Það er bara þannig. Og hann upplifir það að Evrópa sé bara full af aumingjum og þetta er svolítið sérstök staða. Ég spyr Val á eftir hvort að það hafi einhvern tímann gerst að Evrópa hafi fengið aðra eins kveðju frá ríkisstjórn Bandaríkjanna og hann bara hlær, sko. Þú getur ekki svarað þessu, þetta er svo absúrt, sko.
Það sem að fyrirlítum mest eru mörg af þeim baráttumálum sem að Vinstri grænir tóku upp hér og komi í framkvæmd, Bendi Steingrími og Sigfússon á í þessu viðtali í kvöld, bara hvað varðar aukin mannréttindi, umhverfismál og þetta. Og hann í þessu viðtali hann að nota tala að Evrópa sé allt og með mikla pólitíska réttugsun. Ég patta allir ég hef ekki heyrt þetta í 3-4 ár sko. En þetta bara og þetta svona anti-vók tal og að innflytjendur sig að grafa undan öllu samt er víða verið að fjalla sko minnkandi fæðingartíðni og ef að Evrópa ætlar að sko ef að einhver ætlar að sjá því í ellinni að þá verður við að fá innflytjendur. Já, algjörlega. Og við höfum verið með fréttir af því til þess í dreifðari byggðun Spánar er bara stórkostlegt vandamál að það vantar fleiri innflytjendur til þess að láta þetta ganga og við þurfum líka að fá fleiri innflytjendur bara til þess að vera á vinnumarkaði svo séu fleiri vinnandi hendur sem að búa til þjónustu fyrir öldruðu og ungu. Heldur betur. Það ég hef svolítið verið að fjalla það sem lítið fjallað þetta í íslenskum fjölmiðlum og ég tek eina að innherji á Vísi þýddi grein sem að Bill Emmott skrifaði, hann var ritstjóri í Economist þar sem hann er að ráða svolítið á Trump en ég tek þetta bara svona sem dæmi sem er þetta veikleiki íslenska miðla. Þetta var náttúrulega í Silfrinu í gær í fyrirhlutanum en mér fannst það að vera mjög veikt viðtal og ég var eiginlega engu nær hvernig Þorgerður Katrín metur þetta. Ég var engu nær. Ég hlaupið og náði í mokkan í vonum að sjá því að mokkinn sko, sem er búin að vera að halda NATO á lofti síðan áður lönguður ég fæddist að þetta er svo mikil degla að ég búist við svona rosalega vitrænum leiðara sem að tala þessi tími, ekkert. Nei. Bara engin umfjöldum sko. Nei. Þannig að ég er en það er hann Emmott, hann talar í lokin að Trump verði kannski ekki ósk síni að þessi þjóðirsinnuðu flokkar muni allir rísa og tekur þar könnun á tekur dæmi það að Orbán vinni ekki endilega kosningarna sem verða í apríl og spennandi, ég með grafa því. Þetta er nú svona það sem er safnað saman kosningunum, hann er Fidesz, hann er gula línan, þá sérðu hvað rosalega yfirburðastöðu hann hefur haft í stjórnmálum, þetta nær alveg aftur til 2022. En þarna er að verða til flokkur sem að heitir TISA, virðingar- og frelsisflokkurinn. Þar er Peter Magyar sem að var með honum í Fidesz sem er að bjóða. Þetta er nú kannski ekki allt annar, þetta er ekki ólík stefna. Nei. En það er, ég held að verði mjög spennandi að fylgjast með kosningunum í Ungverjalandi í apríl á næsta ári. Já, mitt. Þorgerður Katrín, hún var að tjá sig aðeins þetta. Hann er RÚV, en sárnar stuðningur Bandaríkjanna við evrópska fjárhægri flokka. Já. Hún er náttúrulega í bullandi vandræðum. Það er ekkert auðvelt að vera utanríkisráðherra svo ég vitni nú enn og aftur í Steingrími og Sigfússon. Hann virðist hafa samúð með þessum dansi sem að hún, Þorgerður Katrín, er að dansa núna. Og segir að þetta sé ótrúlega flókið hlutverk sem utanríkisráðherra er í gagnvart Bandaríkjunum. Hún verði að reyna að tala eins og það sé við siðvætta þjóða að eiga og verða að reyna að hafa Trump, get ekki sagt neitt sem ögrar honum og sko af því að manni finnst stundum að þessi litla þjóð okkar, hún eigi bara ekki að tala hreint út en kannski er hún bara rosalega flink, manni finnst hún ofta ekki segja neitt en kannski er það bara rétt stund. Það þykir stundu vera best fyrir stjórnmálamenn að tala mikið og fallegt mál en segja ekki neitt. Já. Herðu, er frétt af Stjórnarráðinu. Það er Guðmundur Ingi menntamálaráðherra, hann er komin í veikindaleyfi. Það var nú einhver fjölmiðlinn að segja að þetta væri tengt hjartanu, hann væri að fara í aðgerð og yrði líklega betri en áður þegar hann kemur tilbaka. Já, en það hefur verið mikið læti í kringum hann síðustu daga og líka fjarverun hans á þinginu. Við erum með Vísi, var komið með fréttina áður, hann kom í ljós að hann væri komin í svona langt leyfi að það er komin nýr varaþingmaður. Já. Og það var mikill hiti og hann átti að vera að svara undirbúnum fyrirspurnum í þinginu núna held ég á morgun bara. Og stjórnarandstaða var svona hiti í henni en
hann er náttúrulega lagstur inn á spítala. Já, það er bara ömurlegt. Eyjólfur tekur við hann skildum, ekki satt? Og Eyjólfur hefur í ýmsu að snúast fyrir. Já, hann er, eins og ykkur myndi segja, hann er bara í fullu fangi með sitt. Já. Herðu, en það á samstöðinni var frétt að eitthvað var efast vitsmunni ráðherra Flokks fólksins og það var mynd að Guðmund Inga. Hver er þetta? Þannig prestur Arnaldur Bárðarsson sem að, ég veit ekki hvort þetta er satíra hjá honum eða ekki, það er allavega ekkert mjög fyndið en hann eiginlega bara hann bara tekur ráðherrana 3 alla fyrir og hérna mér finnst áhugavert að nú er hérna biskup veit ég, hérna svona, henn er frekar and það að hafa taumhald á prestum sínum. En ef marka má athugasemdirnar við þessa frétt, þá eru... Þú ert að efast skynsemi þessa press, svona fyrir hönd biskups. Ég er svona veltaði fyrir mér hvort þetta er bara skynsamlegt að vera prestur að höfða til þess að einhver sé bara of vitlaus til þess að að gegna ráðherraembætti en samt þetta er það eru náttúrulega dálítið mörg vandræðamál hjá fólki. Þetta er alltaf hangið í kringum hann að því að hann kemur svolítið öðruvísi fram og talar öðruvísi. Það var náttúrulega margir sem voru að hæðast á honum þegar hann var að halda sína fyrstu ræðu á ensku. Presturinn vitnar í I am a very good morning. Já. En ég veit það ekki mér finnst það áhugavert það er ofta ekkert auðvelt að ræða Hvað séu það? I am a very good morning. Já, I am a very good morning. Mér finnst einhver ég að segja með lagumynda og Inga Sæland að syngja þetta, þú veist að stundu getur að tekið eitthvað svona veikleika og snúið í en mér finnst þetta að vera bara söngur Flokks fólksins. Þetta er bara dásamlegt og miklu merkingar þrungnar heldur en hitt þetta hefðbundna. Ég er fagur og bjartur morgun. Já, en maður veit stundum ekki alveg hvernig maður á að túlka umræðina og maður tekur eftir því að nú er það svolítið þannig að við höfum eftir í hvort þú styður ríkisstjórnina eða ekki þá tekurðu furðulega afstöðu til mála sem ætti að vera prinsippmál og þetta hefur svo sem Þá viltu göng fyrir norðan já. Og þá finnst þér Guðmundur Ingi vera góður í ensku en þetta reynsluleysi Flokks fólksins er kannski menn að líka því við einhverja heimsku eða ekki en ég veit það ekki mér finnst þetta allavega nýr tónn Það kannski verða þeim sökum að því að beinast að spjóta Flokki fólksins þess dagana þá var framkvæmdastjóri þingflokksins mætti í Silfrið, ekki einhver pólitíkus. Það var svolítið læti í þessu þingi, ég hlusta á þetta á leiðinni heim í gær, ég horfði ekki á það. Heimir kom bara með dólg, hann bara mætti með dólg. Hann byrjaði á því að skamma þáttastjórnanda fyrir hvernig hann valdi orð sín. Já. Og sagði henni til og sagði að það var þannig þegar ég var blaðamaður og nefndi árafjöldan sem var 37 ára Síðan ætlar hann að valta yfir Stefán Pálsson en Stefán bara situr í gír og valtar á móti það var svolítið læti í þeim Já, hann verður reiður hann Stefán í lokin Já, mér fannst Heimir ekki komast vel frá þessu. Ég held að Flokkur fólksins vegna ýmissa mála ætti að temja sig meiri auðmýkt. Ég held að það geti aukið fylgistölunar. Að nálgast þetta eins og þau töluðu fyrir kosningar. Bara finna það. En það þarf ekki að vera einhvern æsing. Þetta er ekki þannig að þessi jarðgöng eða þetta er ekki mikil æsingamál í sjálfum sér. Nei og bara tónninn Heimir var ekki að gera gott móti í gærkvöld. Herðu, en Össur, hann horfði á þetta, Össur Skarphéðinsson, gamall ljón af vettvangi stjórnmálanna og hann var svo hrifinn af framgöngu Stefáns Pálssonar að hann tjáði sig eitthvað og fjölmiðlarnir taka þetta aftur upp og hann er að segja að hann sé maðurinn sem geti bjargað Vinstri grænum sem að væri í tómu tjóni eftir að ömurlega framinstöðu Svandísar og Guðmundar Inga Guðbrandssonar. Rosalega innkoma hjá þessu, þeir hefur ekki skrifað eitt orð þjóðmál í hálft ára. Já, hann gerir þetta stundum. Já, það er mjög langt síðan. Ég hef alltaf að bjóða honum og hann vildi ekki koma, hann tjáði sig ekki stjórnmál, en hann mætir hjá Stefáni Einari. Já, hann gerir það á föstudaginn. Mér finnst það svona lýsa svona skapinu og það er náttúrulega maður sem er að skrifa svona, náttúrulega hefur svona skap.
vill vera hjá svona strákum. Já, hann er, Viltu við vera of svona væmnir hérna? hann er ólíkinda tól hann Össur, en orðans vöktu nú enga gleði í sumum verbúðum. Svandís var mjög, hérna, skrifaði ég tók hérna á Facebook. Já. Hún sagði, mannfyrirlitningin er alltaf fyrsta verkværi Össurar. Já. Henni var ekki skemmt, eins og sagt En þetta er svolítið hressandi, þetta er ekki sikur húðuð umræða. Nei. Og hérna þeir kalla Steingrímur og Össur komandi núna sterkir inn sama sólarhringinn og eitthvað. Það er nú stundu þannig þegar það eru svona, við erum á skringilugum tímum að þá eru gott að fá eldri menn með lengra minni, sko. En heldur það sé eitthvað til í því að Stefán Pálsson getur verið svar vinstri grænna og er einhver trúverðuleiki við Stefán sem að Svandísi skortir? Já, ég held að þegar þú færð þessa útkomu sem að Svandís fekk, þá er það bara þannig í pólitík, bara á þessari jarðkringlu og allstar það sem að líf er, þá er það bara þannig að þetta er búið. Já. En hún hefur ekki gefið það út. Nei. Einmitt. Stefán, þekkir þú dæmi þess að hérna, flokkur sem að var með 17% og svo 12%, fær svo 2%, að formaðurinn haldi áfram. Nei. En auðvitað getur formaðurinn sagt að þetta var nú mest Katrín að kenna, en hún gerir það ekki vegna þess að hún er svo tengd þeirri að þá myndi svari koma að mér, varst þú ekki aðal stuðningskona Katrínar? Berð þú ekki ábyrgð á því líka þá? Þannig að ég hef aldrei skilið það hvernig að hérna, fyrst hún tekur þetta að sér, þá fannst mér þetta að vera bara annarkvort myndum náði að bjarga flokknum eða ekki, en það tókst ekki að bjarga flokknum og þannig er það bara. Ég meina hún þarf ekki að skamma sig fyrir það, hún á áhugaverðan pólitíska feril og það er ekki, öllum finnst mikið í Svandísi spunnið og svona. Þannig það er ekki eins og þú veist að þú bara játir það að ég reyndi þetta, ég reyndi að lyfta þessu hérna bjargi, mér tókst það ekki, sorry. Það má okkur annar reyna. En hún verður rosalega reið þessum ummælum, þessu randi Össurar. Já, líklega þegar þau unnu tíma saman og svona. Það er nú oft þannig að þegar einhver er svona þessum og heggur sá sem lífa skildi, að þá verður fólk alveg rosalega reitt. Lítur á þetta sem persónulegt þjáningarvig. Já. En svo er það líka fólk er bara mannlegt og hérna lesi eitthvað svona, þetta er náttúrulega svolítið óþverralegt af Össuri. Þetta er ekki ljúfar kveðjur. Og henni rennur í skap og það er hægt að ráðleggja fólki að þú ert mjög reiður, þá ert ekki að vera á Facebook. Það er sjaldan sem að það fer. Já. Og allra síst þú ert búin að fá þér í glas. Já. Herðu, hérna er frétt áfall þegar stjórnarmaður var handtekinn og settur í gæsluvarðhald. Þetta er stjórnarmaður í félagi lögfræðinga sem að sinna hælisleitendum. Já. Og það er hérna maðurinn sem við fjöllum í gær sem heitir Gunnar Gíslason. Já. Og þarna er, sem sagt, það er verið að, ég held ég að sé það, ég veit, ertu með fleiri fyrirsagnir en þetta mál? Nei. Böndin hafa verið að beina svona þrengra að Eyþóri, ég man ekki hvers hún er aðstoðarsaksóknar á Akureyri. Hann talar mjög illa um hann og telur að það sé svona, þetta er blanda einhverjum illvilja persónulegum og svo bara kannski... Hann er líka Úlfar fyrirverandi lögreglustjóri og Suðurnesjum. Já. En þetta mál lítur ekki vel út frá sjónarhóli almennings og lögreglan... Var þetta lögregluna? Hvernig hún beitti sér? Nei, það lítur ekki vel út. Nei. Þannig þetta verður spennandi að fylgjast með hvernig þessu máli framvindur. Já, mjög spennandi. Herði, ég er hérna með faðir að lýsa dauðsfalli svona síns. Hann var kerfisbundið brotið niður og þetta er náttúrulega ótrúlega sorglegt. Þetta er ekki, það er eiginlega að koma svona 2-3 sögur á viku þetta. Það sem að foreldrar koma eða aðstandendur og eru að lýsa að það var hort upp á börnin sín hérna í vanda sem er náttúrulega sárt og erfitt. En upplifa að það er bara algjört getuleysi að opinbera sinni þessu. Þetta er náttúrulega sumleitt er þetta heilbrigðisvandi, þannig að maður myndi ætla að gera kröfur um að það væri eitthvað heilbrigðisfélagskerfi sem að gæti sinnt þessu og það var, og svo er það líka eitt sem er sorglegt við þetta, við munum eftir að það var meiri viðbúnaður, bæði þú veist, unglingaheimilið og eitthvað fleira, það var útideildin og það var eins og væri svona meiri ábyrgð þegar hann opinberað að taka á þessum vanda. Já, einmitt og í kvöld viðtal við framkvæmdastýru kvennaathvarfsins, hún talar um stofnana ofbeldi
gegn fólki í mjög þröngri stöðu og veikri stöðu. Þannig að við þurfum einhvern veginn að stokka spilinu upp á nýtt, held ég. Og það lögreglumaðurinn sem er alltaf að leita að týndum ungmennum, hann er að tala að hann er að sjá fjölskyldur sundrast og foreldrar bugast. Það náttúrulega er hluti af þessari sögu sem að kannski kemur ekki alltaf fram. Að álagið, ef að þú veist af barninu þínu úti í mikilli neyslu og það er svo mikið álag á fjölskylduna og álag á þig að þú hugsa linnulust þetta og ert í engu frið og þetta er gríðalegt álag og getur brotið niður fjölskyldur. Og það er hluti af þessu sem að kannski mætti benda á að þyrfti að vera einhver kerfisbundin stuðningur við fjölskyldur sem í þessu vanda. Það voru foreldrahús sem voru rekin og stofnuð í kringu það. Það var gert eitthvað. En það er svona algildings almenn bara félag sem að hefur verið búið til. Það er svolítið mikil harka í heiminum og svona skortur á samúð og mannúð gagnvart fólki í þröngri og viðkvæmri stöðu. Það er það. Og það er meira þess að sumir geta haldið fram að það væri mælanlegt í PISA-könnun og fleira, að það væri minni mannúð og samkennd í samfélaginu. Sem að við náttúrulega, það væri það rauða ljós sem er að blikka sem við ættum að taka mest mark á. Herður Logi Einarsson, hann segir að það er ekki mitt ákveða hvort að Íslendingar taki þátt í Eurovision. En tjáðu þessi samt. Það er ekki við hæfi að menningaráðherra tjáðu sig. En ef þú spyr mig, þá myndi ég ekki vilja að við verum með. Finnst þér hann vera að senda skilaboð? Ég minnst þetta allt í lagi, þú veist, þetta með þetta hlutleysistal, þú veist, að það er ekki þannig að hann skipi stjórnina. Hún er valið inn í þessa stjórn af þingflokkunum. Hann hefur ekkert yfir þessari stjórn að segja, sko. Þannig að það er engin hótun í þessu. Mér minnir að við höfum rætt þetta í síðustu viku og þá hafa verið spurt mig beðið mig að spá niðurstöðu stjórnarinnar. Hvort það verið samviskan eða buddan sem er yfir. Og þá hélt ég að verið buddan, en ég er farin að hallast að því núna að kannski muni stjórnin falla frá þessu. Það er mjög stór hluti íslensku þjóðarinnar sem að lætur í sér heyra, fólk er að tala um að það ætli bara að vera með vakt fyrir utan útvarpshúsið og samstöðu vakt sólarhringur saman. Páll Óskar ætlar að leiða það. Já, og ef niðurstaðan verði sem sagt góðu gæjanum í hag óhag þá verði bara, þá ætli fólk bara að sitja útvarpshúsið bara sólarhringum saman eftir á. Og ég skil ekki alveg að hverju ríkisútvarpið okkar ætti að dilla Ísraelsmönnum eftir allt sem á undan er gengið þegar heyrist miklu meira í hinum ósáttu. Og því að það verið gerað kannanir líka, svo ég held að svona almenningur sé frekar af því og almenningur Íslandi eru alltaf stutt palestínumenn, svona svipaðan hátt og Írar og Skotar og það er líka svolítið ríkt í Spáni og minnst að við bara vera með þessum þjóðum sem eru svona, hvað er stundu kallað svona like-minded. Og það eru fleiri þjóðir sem hafa nýst yfir alltaf ekki að vera með, litlar þjóðir eins og Andorra og eitthvað. Þannig að ég er fullur sómi að ég taka ekki þátt. En það verður einhver hamagangur í hvora áttina sem að niðurstaðan, ég heldur að síjónistar á Íslandi verði ekki brjálæður. Jú, þeir mega alveg vera það. En svo eru viðbútarauka, við getum aldrei neitt í þessari keppni og við sendum allt út leiðilegasta lagið. Þannig að það er alltaf að sleppa því eitt ár. Er það hérna frétt frá norska ríkissjónvarpið, það á að veita friðarverðlaunin en það finnst ekki friðarverðlauna hafin. Hún er á flótta og fer huldu höfði. Þannig þeir eru ykkur vandræðum þarna. Ekki þeir finna út úr því. Morgunblaðið með fréttina fengu aðstoð frá utanríkisráðherra. Þetta var frétt á forsíðunni en þetta er frá MBL. Hvað er þetta? Já, þetta er svolítið fyndið. Þau vilja meina það að einhverja evrópsk nefnd sem er eitthvað að velta fyrir sér ferlinu áður en kemur til þjóðaratkvæðagreiðslu að Þorgerður Katrín hafi verið að hjálpa þeim með afskiptum. Með öðrum orðum þau eru að Moggin er að halda því fram að Þorgerður Katrín sé á mála hjá Evrópusambandinu við að preppa einhvern veginn þetta mál. Það er alltaf að narra okkur inn í Evrópusambandið. Já, og svo getur maður velti fyrir sér hvort það er eitthvað að því að hún, ef hún hefur þessu skoðun, að hún bara svari spurningum og veit einhverja liðveislu eða ekki. En þetta er náttúrulega bara þetta heita mál sem að við erum bara rétt að byrja núna að sjá grilla í, svo náttúrulega mun hitinn vaksa og verða meira og meiri og það verður náttúrulega allt brjálað hér í fréttaumfjöllun Morgunblaðsins þegar dregur nær þjóðaratkvæðagreiðslu.
Já, ef það verður, ég bara ég feg næstu því bara kvíðakastur þú varst að segja. Þetta verður svo rosalegt. Herðu, Viðskiptablaðið komið frétt að hluthafar Íslandsbanka fara fram á þeirri stjórnarkjör. Já. Og maður sagði bara, já, hvað okkur það? Já, það kemur náttúrulega fram að frá síðasta kjöri þá er hlutur ríkisins seldur, þannig eru 3 stjórnarmenn sem voru tilnefndir af bankasýslunni. En bankasýslan á ekki lengur ríkið á ekki í þessu. Þannig að það er kannski sanngjöld krafa. En þá kemur frétt frá Vísi að gengi Skaga bara að tekur dýfu. Og það eru svona einhverju samningar sameiningu eða ég myndi ólíkar stærðir á þessum fyrirtækjum að Íslandsbanki myndi kyngja bara Skaga. Að þá allt í einu fellur það og maður svo byrja akkurat það að gerast tengt einhverju stjórnarkjöri. Líkur á því að stjórnarkjöri kemur. Síðan kemur önnur frétt og hún er af að Heiðar Guðjónsson sem einu sinni Már. Já. Að hann er stærsti einkahlutafinn og það er hann sem hann vill komast í stjórnina þetta. Og hvað heldur hann í stóran hluti í? Ég veit ekki. 0,8%. Já. Það eru ekki nema held ég séu 7 eða 9 sem sitt í stjórninni. En það ætti ekki að duga. Stærstu hluthafarnir eru lífeyrissjóðirnir og hann er bara einhvers þar, ég veit ekki hvað hann er, 16. á listanum sko. Hann vill komast í stjórnina til þess að fjármagna einn olíuleit. En málið er þannig virkar á Íslandi að stærsti einkafjárfestirinn, hann ræður mestu. Þótt að hann er bara 0,8%. Já. En svo á kannski gildi á 5%, en þeir bara alltaf, þannig ef þú áttu 0,8% Íslandsbanka, þá verður líklega bara bankaráðsformaður. Já, þetta er áhugavert. Þetta svona er þetta, því að lífeyrissjóðirnir eru alltaf svona eins og silent partner er þetta kallað, að þeir eru ekki með svona sína stefnu og fylgja þeim og þá er líklega bak við hugmyndunum að ríkikallinn eða frumkvöðlinn, hann hlýtur alltaf að hafa rétt fyrir sér, sem er eitthvað engar sögulegar forsendur fyrir það sér rétt, því að þetta er náttúrulega menn sem hafa komið okkur í stórkostlega vanda, en lífeyrissjóðirnir elta þetta alltaf. Herðu, en talandi eitthvað svona svipað að það er við sögðum frá því að Netflix hefði verið með tilboð í Warner Discovery sem á til dæmis CNN sem að Trump hefur sérstaklega áhuga á. Já. Og þeir eiga líka HBO og þeir eiga alls konar dót. Já. En þannig komið annað tilboð á móti og það er Larry Ellison sem er þessu sem verðu ríkir af tölvubyltingunni síðustu aldamót. Sonur hans er kvikmyndaframleiðandi og fer fyrir þessu líka og þeir hafa lofað þeir munu hafa hringt í Trump þegar Netflix kemur með tilboðið og bent á að þarna væri einhverjum hætta á að hlutur þeirra í streymisveitum væri of mikill. En þeir skjótaði líka inn að ef að tilbúið þeirra verið tekið, að þá munu þeir temja CNN, þannig að það mun ekki trufla Donald Trump í framtíðinni. Og þetta er náttúrulega kallar sem að vita alveg hvernig businessin gengur í Bandaríkjunum og vita hvað Trump er. Þetta er komið út allt, þessi hugsun. Algjörlega. Svakalegt. Algjörlega. Já. Herðu, talandi svona menn sem er óanaður með fréttaflutning Ársæll, hann er óanaður með að við fjölluðum aðeins um þetta í gær. Þetta var frétt púslið, þannig að það hafi verið gert svona gamantekning í mogganum þegar að skómálið stóð sem hæst. Það sem að Inga Sæland var eitthvað að skamma hann og hann lét búa til púsl úr þeirri mynd og hafði það inn á kennarastofunni mánuðum saman. Já. Og samkvæmt DFF í dag þá hélt hann starfsmannafund, kennarafund sem viðbragð við þessari frétt og annari umræðu þar sem að hann kvartar yfir því að það virðist sem að í kennarahópnum sé uppljóstrari, einhver sem hringir í DFF og aðra fjölmiðla. Hann kvartaði ekki þegar einhver af kennarastofunni lag út það sem hann hafði sagt inn á kennarastofunni símtalið. Einmitt. Það var ekkert verið að leita þeim uppljóstrara. Einmitt. En DFF heldur því fram og hefur það eftir einhverju starfsmanni sem er í veikindaleyfi og talar undir nafni að fundurinn í hádeginu með skólastjóra eða skólameistara hafi fyrst og fremst fjallað hafi verið lofreiða hans sig sjálfan. Og talandi snúninga á máli þá þetta mál leit aðeins verð út í síðustu viku en það gerir í dag fyrir Ingu og flokkfólksins og Guðmundinga. Þannig að svona er þetta með dýnamíkina, hún færist svona til aðeins dag frá degi. Það er frétt maður dæmdur fyrir vændisköp og hann er nafngreindur í dómnum, hann er ekki nafngreindur í fréttunum
En kannski hann nafngreindur af því að þetta túristi sem var á hóteli. Já. Og vændiskonan sem hann réðst á og hún var meðvitundalaus á eftir. Og þarna kemur fram að sauðu upp úr þegar hann hélt að vændiskonan væri karl, ég veit ekki hvað þetta að trúa svona frásögnum. En hún var farandverkakona. Þannig að þetta fólk sem örugglega ekki á Íslandi í dag og mun kannski aldrei koma aftur til Íslands. Já. En mér finnst þetta svona áhugavert að fyrsta skipti þegar verið að nefna vændiskaupandann. Þá það sem enginn veit að við erum engu nær þóttu við myndum heyra þetta. Það aðeins úr Morgunblaðinu, það verktakarnir kvarta yfir því að það sem kallað gullhúðun, það samþýttur okkar á svona oft neytendavernd eða umhverfisvernd frá Evrópu sem að hækka kostnaðinn hjá verktökum. Og önnur frétt þar sem að mér líka áhugavert að þeir var reiknað út að tímakaupið hjá kennurum hafi hækkað 17,6 til 19%. Mér finnst þetta áhugavert vegna þess að ég býst við að verði núna því að það voru gerðir langir samningar tiltölulega litlar hækkanir og það svona verðbólgan hefur stigið upp og það ýmislegt sem að bendi til þess að við sem að fara út í erfitt efnahagsástand. Að ég held að verði svona svolítið fókus á það til þess að munin á því sem að kennararnir fengu út úr sínum kjarasamningum eða það sem að verkafólkið fékk og eiginlega allt ASÍ og BSRB. Löggan var í fréttum á MBL að þeir voru að taka löggunemar voru að taka myndir af stelpunum sem voru með þeim í námi. Afskaplega óheppilegt mál fyrir verðandi lögreglufólk og í rauninni alveg ótrúlegur dómgreindarprestur. Bara það verður náttúrulega við verðum ekki að treyst lögreglu En þetta stundum verið þurra eitthvað svona kalla kúka mórall inn í löggunni og það sé þannig fólk sem sækist í þetta starf. Og löggan hefur verið að glíma við svoleiðis vanda. En þannig þetta bara í skólanum. Já, en það sem gott við þetta að viðbrögð allra aðeila hafi verið mjög hörð og í missýnist að þessi hópur nema sé bara á leiðinu úr skólanum. Fjölnir sem formaður löggufélagsins, hann var brjálaður. Herðu meira lögguna, við vorum aðeins að tala í gær að það voru fleiri umferðarslys og ég var að segja reynslu mína við því að ganga yfir Laugaveginn. Það sem að menn keyra bara yfir á rauðu, meira svo gangbrautarljósum Hann veit að keyra yfir á rauðu þegar rauðaljósið er komið, þannig að löngu orðið appelsínugult orðið rautt og það var kannski 3 bílar yfir. En mér finnst það svolítið, ég var alltaf hissa þegar ég sé það að farið 2-3 bílar yfir á rauðu þegar það komið grænt hjá mér á gangandi. Og þetta var ekki svona í gamla daga. Ég er mikið gangandi og maður kemur á gangbraut og það á öðru stað sem á leiðinni heim að það er gangbraut og það stoppa flestir. En það er eitthvað í sambandi við þessi gangbrautarljós sem að ég að velta fyrir mér hvort að hluti bílstjóra og upplifið það að gangandi kallinn sem að íti bara á takka getur stoppað okkur alla hver á sínu tonni að fólk bara taki ekki mark á því. Það er bara aukið stress og aukin spenna í umferðinu vegna þess að það tekur alltaf lengri og lengri tíma að fara frá stað A til staðar B. Og þá aukast líkurnar á að taka einhverja svona sjensa og þetta bara vaxandi vandamál. Ég stend við gangbrautina og menn keyra yfir á rauðu og ég horfi á eftir þeim og þeir stoppa á rauðaljósinu á horninu á Kringlumýrarbraut. Já, einmitt. Þeir eru ekki að vinna ekki sekúndur. Nei, akkurat En mér finnst ég finna fyrir meiri spennu og ég held að einhver varstjóri Stöð 2 Hann er að tala um það, við vorum að frétta því. Já, sín var að tala um það, kallaði það jólastress og eitthvað fleira en ég held að sé bara alltaf meira og meira spennu. Hérna er skemmtileg frétt, ég hef búin að vera með hana í fréttatímanum. Það er sem sagt heila rannsókn sem að sýni það að heilin okkar breytist mjög mikið. Svona við 9 ára aldur, 32 ára aldur, 66 ára aldur og 83 ára. Og þá er þetta þannig að við erum í æskunni til 9 ára og síðan kemur svona gelgju ungmanndómstími sem er alveg frá 9 til 32 ára. Og það er ekki fyrir en þá sem að við komumst inn á svona fullorðinsárin sem eru á milli 32 og 66 ára og þá taka við það kannski vera svona wise old man geti það verið, þegar maður er alltaf jákvæður, það er svona foröldrun en síðan þegar þú orðin 83 ára þá verður
Og þetta hafði sínt fram á að það verða raunverulega breytingar á heilanum á þessu tíma. Þannig nú hljóta allir sálfræðingar og freudistar og jungistar og allir að hlaupa til og aðtöku hvað það sé til í sögunni, merkjum þessi miklu tímamót sem eru nálægt þessum tíma. Þetta ekki gott fyrir Trump. Hann verður orðin 83, já, ef hann verður kostinastur. Nei, hann 79 núna, nei, hann næri ekki. En það er ekkert að segja þessi vondu tími, það er einhvern veginn að heilin virkar öðruvísi, hann er ekki verri. Hann er ekki verri. Jó, hann er náttúrulega, þú færið elliklöpp, en þetta er bara, það er einhvern veginn heilasta sem er öðruvísi. Myndirðu segja að þú hefði verið öðruvísi milli 9 og 32 ára og heldur varst milli 32 og 66? Mér finnst ég bara aldrei vera sami maður frá degi til dags, burt sér frá æviskeiðum, ef það svarar einhverju. Þú sér ekki svona að við orðið þroskastig að þú fyrir þetta. Nei, endur þroski ekki nema uppgjöf. Herðu, en við skulum enda á einni frétt. Við vorum með þetta daginn að það var þessi hús sem hefur verið að byggja hérna við Skaftafell. Já. Og ég var eitthvað, gerði mig hálfgerði fíbli að því mér finnst það svo ljót. Ég held að Sigurjón hafi alltaf talað um þetta einhverju allt öðru ástæðum, en ég hef ekki séð ljótari hús. Þetta bara svo gámar. Ég sammála. Og þetta 2 hæða hús og fyrirsögnin náttúrulega algjörlega stórkostlega. Við erum með mynd að 2 hæða húsum. Já. Og þá kemur yfirlýsingin, húsin eru ekki 2 hæða. Og það er Sigurjón Andrésson bæjarstjóri í Hornafirði sem segir þetta. Já. Þarna er leikinn einhver leikur að þú sér það að efri kassin er ekki alveg sami að fermetrafjölda. Eindregin eins og sættir. Já, eindregin efri hæð. Já, og þannig kemst upp með að koma með ljótustu hús sem hægt er að finna í fallegustu náttúru alheimsins. Þetta er skelfilegt. Þetta er bara skelfilegt. Ja. Ég vona að við móðgum ekki arkitektin, en ég hef ekki séð það ljótara. Alveg sama þótt í móðgjan. Ég hef ekki séð neitt ljótara, bara ekki. Nei. Herðu, við höfum þetta lokinn á fréttunum í dag. Takk fyrir að vera hérna Björn og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út. Ykkur þakkaði með sem að vera að hlusta og horfa og breytta þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Minni á að framundan er rauðaborðið. Það er mjög skemmtilegt rauðaborð framundan. Ef þú ert að horfa á YouTube eða á Facebook þá þarftu að finna annan straum. Við sendum rauðaborðið út á sérstöku straumi, en ef þú ert að horfa í sjónvarpinu eða hlustaútvarpinu þá þarftu engar áhyggjur að hafa. Rauðaborðið er rétt handað við hornið. Jæja, krakkar. Þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.